Já, komið sæl á ný. Til mér komin Víðir Sigurðsson, íþróttafréttamaður. Verstu velkomin. Takk fyrir. Hérna, ég fylgist nú með skrifuðinum á Facebook, sem eru uppbyggilega allan að núna fyrir mig sem káring. Nei, en hérna, sko, káirliði núna að bara setja svo hólti met í byrjun á Íslandsmóti. Er það ekki? Já, þetta besta byrjun KR síðan 1959. Já. Bara þegar liðið vann alla sína 10 leiki og var fyrsta meistaraliðið í tvöfaldri umferð á Íslandsmótinu fyrir 67 árum. Já. Og það hefur ekki gerst mjög oft síðan að lið hafi byrjað að vinna fyrstu 5 leikina eftir hvað taldist mig til í 13. skipti á þessum 67 árum. Og bara í fyrsta sinn sem KR gerir þetta síðan 59. Og í leiðinni hefur liðið náttúrulega skorað haug af mörkum og bara það þarf að fletta upp undir 7 áratugi eftir tíman til að finna sambærilegt markaskor hjá liði í fyrstu 5 leikjum sínum. Þannig að þetta búið að vera mjög gaman að fylgjast með KR. Ég trúi því að innfæddri KR-ingar séu alveg að fara á límingunum yfir sínum mönnum. Já, og líka svona við sem að stóðum með Óskari svona í anda alveg út allt síðasta tímabil. Einhvern veginn höfum aldrei trú að liðið myndi falla. En það var samt mjög nærri. Það var mjög nálægt í. Það bara tókst að honum tókst að fara í gegnum þessa 2 síðustu leiki bara gera það sem að þurfti þar. En það var komin hansi mikill skjálfti þarna fyrir loka leikina. Já, stress. En það gekk ekkert þarna í seinni hlutanum á mótinu sem að útlitið var ekki gott en liðið sýndi þar karakter og hélt sér uppi. Og svo heldur betur búið að snúa við blaðinu. Ég má segja að þessi búið að taka bara næsta skref í þessum uppbyggingafasa hjá Óskari og þessum eiginlega magnaða fótbolta sem að lætu liðið spila. Já, mjög hraðan og skemmtilega leik. Það er bara virkilega gaman að horfa á liðið. Það er sókn og aftur sókn og vilja vera með boltan og minna allan tíman og sækja og djöflast og hamast í mótherjunum og þeir bara eru að yfirspila liðið langtímum saman. Já, svo fyrir það var rússneskur þjálfari hjá Val sem hétt Júri Ilitchev. Það var alveg ótrúlega flott valsliðið þá. Já. Og ég fór stundum, þó KR var ekki að keppa, horfa á Val spila af því að þeir voru svo skemmtilega góðir. Nákvæmlega. Og sama hérist með Fram og Ásgeir Elíasson. Já. Þetta Pétur Ormslev kom heim. Já. 88 árið sérstaklega þar sem framliði var meistari með yfirburðum og spilaði þennan frábæra fótbolta sem þeir tókst líka að gera í Evrópuleikjum á þessum tíma og unnu liði eins og Djurgården frá Svíþjóð 3-0 mann í einum Evrópuleiknum á Laugardalsvellinum. Þeir voru bara að yfirspila svoleiðis lið. Þannig er þetta nefna svona svo náttúrulega KR 99 eða 1999. Já. Það lið var mjög... Það var mjög gott lið. Þetta tvöfaldur meistari og rauf þessa áratuga þetta þrautagöngu KR. Já, þetta er 100 ára afmæli félagsins. Já. Þetta passaði allt saman. Já, mjög gott. En þú segir þetta, það er en KR náttúrulega á toppnum og hafa spilað mjög góða fótbolta og ekki tíka við það þó að þið fengi á sér marka þá bara gefið í og bara fínt. En svo finnst mér svolítið merkilegt til þess með FH að þeir eru bara búin að hafa 1 stig. Já, þetta er búin að vera mjög erfið byrjun og þeir fóru þessa leið að yngja upp hjá sér liðið. Létu eldri leikmenn fara og sem á sumtaði bara þótti mjög einkennilegt og umdeilt og er kannski að einhverju leyti að koma í bakið á þeim núna. En þeir eru svona, eins og ég segi í dag, ákveðinni vegferð. Þeir ætla að byggja þetta upp á þennan hátt. En þeir lið sem er að gera það, þau mega illa við að lenda í slæmum taprimun og nú eru þeir búinir að tapa og við erum með 1 stig í 5 leikjum og þá vantar kannski reynsluna í liðið til að rífa sig út úr því. Það verður mjög áhugavert að sjá hvort þeim tekst það. Þetta getur orðið mjög erfitt tímabil fyrir FH-inga fyrst að byrjunin er svona slæm. Þetta verður alveg kjafsök fyrir Jóa Kalla. Já, þetta er ekki svona það sem hann eða þeir sáu fyrir að byrja svona, byrja mótið á þennan hátt og þetta getur bara mann eftir svona svipuðu dæmi með Fram.
2014 minnum við að verið, 2014 sem að þá stokkuðu þeir svona upp og fengu til sér fullt af ungum efnilegum leikmönnum og ætluðu svona að gera þetta á þennan hátt. Það tókst ekki, þeir féllu og það tók þá 6 ára að koma aftur tilbaka. Það er rétt. Þannig það er ekkit grín að fara niður deild eins og staðan er núna. Erfið að halda leikmönnum og allt það. Já. Þannig að menn eru svona svolítið að tefla á 2 réttur. Já. Vinnir þetta eitthvað á KR í fyrra? Nei, kannski ekki en þá. Þeir eru samt að reyna að þeir reyna að spila þannig hótbolta. Þeir pressa liðin og reyna að vera djarfir og þeir hafa svolítið fengið það í bakið. Eins og kannski KR fékk seinni hlutan af síðasta tímabili. Það er ekki þrautalaust að byggja upp á þennan hátt. Ég kynntust í fyrra KR-ingarnir að leikurinn ekki búinn fyrir henni búinn. Já. Það er ekkert, menn verða að vera inn á vellinum alltaf tíma, sko. Já. En talandi KR, sko, þá maður tók þessu byrjun samt með fyrirvara því að þið byrjuðu að mæta þeim 4 liðum sem var spáð 4 næstu sætunum í deildinni. Fengi á sér 2 mörk í hverjum leik en bara skoruðu miklu meira nóg til þess að vinna alla þessa leiki. Þannig að það var greinilega talsverð prófraun fyrir þá að fara á Hlíðarenda og mæta Val núna í síðustu umferð. Það var flottur leikur. Já, maður sagði svona fyrir þann leik að þar myndi maður kannski sjá virkilega hvar KR var í start. En að sjá þá síðan bara valta yfir valsmenn eins og þeir gerðu, hefðu getað unnið mun stærri sigur en 4-1, þá sýnist mér þetta KR-lið vera bara tilbúið í hvað sem er. Já. En það er alveg rétt, sko. Ég heyrði í svona spjallþætti á Sýn að þá var komið beina að segja að KR geti ekki annað en reikna með því að verða með 15 stig eftir fyrstu 5 leikina. Þannig mótir er þetta. Þá var Valur inn í þeirri grúpu. Já. Því menn átti kannski vona því að Valur myndi byrja vel en valsmenn komu í þennan KR-leik með 3 sigra í röð og talsvert sjálfstraust. Þannig að þessi skellur var af Vals hálfu óvæntur. Já, þetta er alveg blautuska. Já. En svo Víkingar, þeir eru náttúrulega elta KR-ingana. Já. Það munar bara einum sigri. Já, það er eitt jafntefli bara sem munar 2 stig og Víkingarnir eru með sterkasta hópin og þeir eins og þeir hafa gert að þeir seglast í gegnum erfiðuleikina og eiga alltaf eitthvað inni til að vinna þá. Þeir hlutu að hafa mikið fyrir því að vinna í Keflavík núna í þessari síðustu umferð og gerðu það. Það lá á þeim, voru 2-1 yfir og það mátti ekki miklu mun að þeir mistu það nýri jafntefli þar en staðinn bara skora þeir og vinna. Það er svolítið í þeirra vopnabúri. Þeir eru með frábæran leikmannahóp, sennilega svona breiðasta hóp sem hefur bara verið telt fram hér á landi. Já, það er örglega. Ég eru bara nánast bara með 2 lið. Já, ég er að hugsa hann hvað er hann, Jói Sónans Bjarnar Guðjóns. Já, sem fór í Víking en ekki KR að ég held að hann hafi ekki byrjað leik á Víkingi. Nei, hann hefur ekki gert það ennþá og það er bara kannski eðlilegt að það taki tíma. Menn lapp ekki þannig inn. Það er náttúrulega svakalega öflug miðja hjá þeim en hann þarf að náttúrulega bara vera þolinmóður og bíða eftir sínu tækifæri. Já. Eins og aðrir í þessum stóra hópi Víkingana. Já. En það væri sem sagt í byrjunarliði KR alveg klárlega ef hann farið þangað. Já, hann væri í öllum öðrum, byrja flest öllum öðrum liðum í deildinni, þannig að þetta, ef hann vinnur sér þarna inn, þá er hann í góðum málum. Já, en hvað lið hefur komið óvart svona í efri hlutunum? Fram, já og nei. Þeir hafa kannski, það er eftir svolítið að reyna meira á framvaruna. Þetta er fín byrjuð, skora nóga mörkum, við erum með 10 stig og eru þarna bara rétt á efstu liðum. En maður á eftir samt að sjá þá á móti sterkustu liðunum, sjá hvar þeir virkilega standa. Þeir eru eftir að spila við Breiðablik, Víking, KR og þessi lið og þá það er nefnir Fram og Valur í næsta leik ef ég man rétt. Það verður mjög áhugaverður leikur. Mjög. Núna sko, Rúnar er búin að vera hvað í 3 ár. Já. Þannig að núna er hann sko búin að hafa tíma til að mynda það lið sem hann getur og hefur viljað. Já. Og er greinilega bara, það er náttúrulega búin að setja
sitt mark á þetta framlið og það hefur verið að byggjast upp skrefi hjá honum. Já. Og þeir eiga, það eru svona spurninga, gaman að sjá hvort að þeir geti gert alvöru allug að Evrópusæti núna. Já. Ég óskar sko fram með hérna Rúnar sem þjálfari hafa allsins besta. Hann svona góðsögn á Káringum. Eðlilega og bara frábær þjálfari með flottan feril sem þjálfari og leikmaður og Já, bara flottur maður. Alla staði. En svo hann svona eins og IBVF, sko ég segi það, þegar maður sér í sjónvarpinu útsendingar frá leikjum í Vestmannaeyjum, að þetta er bara örfáir áhorfendur. Já, reyndar þetta svolítið eins og þegar verið að sýna myndir frá leikjum á Laugardalsvellinum, að það kannski verið að setja myndavélin að mynda vitlaus á stúku. Já. Þannig eitthvað meira áhorfendum í staðna hinum megin. Já, eða. En aðalstúkan verið meira og minna tóm. En það hefur verið mjög slök aðsókn á leikinni á IBVF og þeir verðast ekki hafa fólkið í Eyjum með sér eins og staðan er núna. Nei. Og það er svolítið leiðinlegt að horfa upp á það því að þegar Eyjamenn hafa gegnum tíðina haft diggan stuðning af sínu fólki í Eyjum og það hefur verið erfitt fyrir aðkomulið að koma þangað og líka þeir flykkjast á völlinu í bænum, sko. Já. Ég man þetta hérna áraðu baráttum við þá KR og IBVF svo í lok síðustaldar. Já, þegar Eyjamenn urðu tvisvar meistarar og voru í slag titilinn þarna ár eftir ár. Já, og 100 manns sem komu með þeim, sko. Já. Nei, það er erfið tímar í Eyjum núna og þeir eru eins og FH þarna bara botninu með 1 stig og þetta lítur ekki vel út hjá þeim eins og þeir mistu sín algjörlega lykilmann Alex Frey fyrirliða, mistu hann út eftir 2 leiki og hann ekki spilað síðan og það stór sér á liðinu þegar hann ekki með. En svo aftur á móti lið með ekki standa og falla með einu manni, þeir þurfa að vinna sig út úr þessu og eitthvað nátt. Já, en stundum það nú þegar það er þunnur hópur, það getur munað mjög mikið fyrirliðan. Já, hann er algjör lykilmaður í þessu liði og það er vont fyrir það að vera án hans. En svo það Ólafur Ingi Skúlason og Breiðablik. Já. Er þetta ekki verst að byrja Breiðabliks einhver tíma? Það er erfitt að segja það því að þeir eru ekki tapað leik. Þeir eru með 11 stig úr 5 leikjum. Eru í 3. sætinu. Já, hvað er það mörg jafntefli þessu? Það eru 2 jafntefli og 3 sigrar. Þeir hafa bara fengið á sig 2 mörk og bæði hafa komið, má segja, besti markmaður deildarinnar hefur mistið í sig í að koma boltanum frá markinu. Það eru 1-2 mörk sem þeir hafa fengið á sig og þeir eru hefur greinilega gengið vel upp. Ólafur er greinilega byggjað á upp aftan frá sem mjög sterkar, þeir hafa spilað mjög sterkar varnarleik, bara fengið bara á þessi 2 mörk, að þeir hafa ekki verið að blómstra í sókninni eins og mann hefði kannski búist við, að þeir eru með góða leikmenn sem eiga heilmikið inni. En Breiðablik með 11 stig eftir 5 leiki og í 3. sæti. Ég verð að bíða við líka afsökun á þessu. Já, ég taldi eitthvað vitlaust. Það verður ekki farið mikið einhvern veginn, sko, þeir hafa svolítið siglt undir radar í þessum fyrstu umferðum. Það verður ekki verið neina flugveldasýningar ennþá. Nei. Þeir eru einmitt, þeir eru með mjög skemmtilega leikmenn. Þeir eru með fullt af góðum leikmennum og þeir eiga bara eftir að verða sterkari. Þeir eru með nýjan þjálfara sem tók við þeim bara í lokinu síðan tímabil, hann Ólaf Inga og hann er bara smá saman að byggja upp liðið á sinn hátt. Er þetta fyrsta liðið sem hann þjálfar? Þetta er fyrsta liðið, já. Hann hefur verið með yngri landsliðið. Já, hann var að þjálfa 21 árs landsliðið og tók svo núna við félagsliðið fyrsta skipti og það verður bara fróðlegt að sjá hvort að þeir. Er hann ekki fylkismaður auðvitað? Hann er uppalinn fylkismaður. Já, var hann þá einn af þessu 3 sem voru þjálfarar einu hjá fylkið, voru ykkur 3 fyrir leikmenn? Nei, ég minnist ekki svona í fljótu bragði, en þetta er svona hans eldskýrn í raun á þessum vettvangi. En það sem ég heyri líka, ég heyri vel látið á honum þarna í Kópavoginum. Já. Þannig að ég held að hann tapja sér fyrstu fyrir leikinu. Já, virkar sem alveg verið maður. Já. Ég er alveg í sjokki að hafa verið búin að reikna eitthvað sem að verið neyðslutunum. Það er bara
Nei, við heyrum í þeim káringarnir á hlaupabröndinni. Þeir verða þarna í þessari baráttu í efsta hlutanum. Já. Það er alveg klart. Já. En það væri annað bara óásættanlegt fyrir þá. Já, þeir eru komnir á þann stað með sitt lið og sitt félag að þeir eru með þetta lið sem á að vera í topp 3-4 alltaf í dag miðað við svona þann grunn sem þeir eru búin að byggja upp. Já, þeir hafa náð svona áfram í Evrópukeppni, þannig að þeir hafa fengið talsverta peningu fyrir það. Já. Þannig að standa þeir eiga fjárhagslega vel. Þeir eiga standa fjárhagslega vel, bara svipað og víkingarnir gera. Þessu félög hafa fengið mikla tekjur inn af framistöðu sín í Evrópukeppninu á síðustu árin og það er vonandi að þeim takist að nýta það til einmitt á réttan hátt í að byggja upp sína innviði og gera það sterkari. Já, fyrir svona kannski álega eitthvað, þá auglisti Víkingur eftir fjármálastjóra. Þá var það mikið, þetta var ekkert svona fyrir áhugamennin að standa í þessu lengur, Nei, einhver gjaldkeri í sjálfboðaliði í knattspyrnudeild, það gengur ekkert út komin inn í þetta umhverfi. Nei, þetta er svo mikið meira, farin að velta 100 milljóna í rekstrinum. Þá þarftu bara að bæta við fagmennskuna. Hvað eru bara 3 lið með náttúrulegt gras? Skaginn, FH og Keflavík, eða? Jú, það eru þessi 3 lið sem eru eftir. Já. Og þetta endar væntanlega allt í gervigrasi? Já, það verður þannig og enda sjáum við líka bara það er verið að byrja tímabili hérna orðið 5.-7. apríl og verið að spila út október. Já. Það er mjög erfitt að halda grasvöllum í góðu standi allan þann tíma en vissulega er það meiri möguleikar því en áður eins og þegar mann nota hybrid grasið eins og F-fáingar hafa verið að svona byggja upp hjá sér og ætla að nota áfram og Laugardalsvöllurinn er gerður með. En samt fannst manni hann bara ekki góður, Nei, ekki núna í fyrstu leikjunum vegna þess að það kom bara frostakablar sem því að þetta er þrátt fyrir að það sé gervigras í þessu, þá er þetta yfir 90% náttúrulegt gras sem fær bara styrkingu af gervigrasi og það þarf bara sinn tíma til þess til að vaksa og grænka. Fyrir leikminna þá er eins og þeir séu á grasvelli, bara náttúrulegu, þeir eru að spila þarna eitthvað. Já, algjörlega. Þetta er bara gras í þeirra augum og tilfinningum. Já. Algjörlega. Já. En þetta er náttúrulega gríðalegur munur fyrir fótboltana hérna að fá svona völl og fá svona grasvelli því að nú er hægt að spila landsleik eins og við sáum, það er verið að spila Evrópuleik í desember. Já. Núna síðast. Það er eitthvað sem náttúrulega var aldrei hægt áður og það er tæknilega sér orðið hægt að spila á Laugardalsvellinum í öllum mánuðum ársins. Já. Þetta er svo skrítið það er svo stutt síðan að ég vel að fara að spila heimaleikina úti, einhvers þar finna völl í Skotlandi eða eitthvað svona. Já, það er sem betur fer sem betur fer úr sögunni núna þurfa þess. En hérna gamla stórveldi, Skaginn, hvernig? Já, mér sýnist, þeir vera alveg á góður í leið með það að koma sér þeir verða náttúrulega eiga að vera í baráttum að komast í efri hlutan í ár. Já. Þeir byrjuðu ekki nógu vel í stigasöfnun, unnu nú svo sem fyrsta leik núna í síðustu umferð sem var mjög góður út í sigur hérna að fara og vinna Stjörnuna í Garðabæ. Sýndu þar að þeir eru með hörku gott lið á Skaganum sem á ekki að þurfa að vera neinu vandræði með neðri hlutanum og á að þeir hljóta að gera kröfur á sitt lið að vera í efri hlutanum og ef allt gengur upp að slást Evrópusæti. Já. Þannig að þeir fengu meiri reynslu í sinn hóp Svo er það fyrsta skipti síðan 2002 er ekki, sem að Akureyrarliðin eru bæði í efstu deild. Nú voru Þór og Káa í fyrsta sinni 24 ár bæði í deildinni og það setur bara sinn svip á deildina og ég tala ekki fótbolta fyrir norðan. Ég var einmitt fyrir norðan síðustu helgi og var á leiknum milli Þórs og Káa
uppselt á hann bara nokkrum dögum fyrir fram og þarna var bara stemming eins og þú væri bara fótboltaleik erlendis. Þetta var bara frábær umgjörð þarna á nýja Þórsvellinum og stemmingin meðal stuðningsfólksins á báða kanta sko. Þarna voru allir sestir í stúkuna bara þegar voru 45 mínútur í leik og byrjaði einn leikmaður sem ég talaði við, gamall liðin hérna úr KR, Atli Sigurjónsson, sagði við mig eftir leikinu, hann hefði aldrei upplifað það að mæta til leiks til að fara að klæða sig og það hefði bara verið stuðningsmenn þarna að öskra nafnið sitt og syngja sko. Hann var ekki eins og komin í búning. Þannig að en hann kominn heim, hann er Þórsari. Hann er Þórsari og er kominn heim þarna og virkar í verulega góðu formi og hefur mikið að segja fyrir þetta unga Þórslið sem mun væntanlega þurfa að berjast fyrir lífi sínu í deildinni en unnu núna bæði Val og Fram í fyrstu umferðunum og eru alveg líklega til að reytin stigin hér og þar sko. En þetta verður spennandi þar. Já, þetta er skemmtilegt fyrir Akureyri að vera með bæði liðin í deildinni. Þetta en samt mótið svo nýfarið að stað að það er svo margt sem getur gert sko. Eftir 2-1 fyrir getur KR þess að komin inn í 3. sæti sko. Já, þetta er fljótt að breytast. Ég sé það er hún sem aldrei sofna á verðinu. Þegar þú vinnur ekki leik, það er svo mikill munur á því að vinna og gera jafntefli, 3 stig eða 1 stig, og þú gerir 2 jafntefli, það er bara ekki neitt. Það eru 4 stig farin. Það eru 4 stig farin, þannig að þetta breytist hratt. En þetta er skemmtilegt umræðið. Já, það er endalaust hægt að velta sér på þessu. Já, þetta er skemmtilegt. Svo er líka reyndar, til dæmis eins og í kvöld eru í undanúrslitaleikir í úrslitaleikir hvað lið fara í úrslitaeinvígi í korfbóltanum. Já. Það er bara alveg... Já. Það er allt að gerast alltaf á þessu svona í byrjun maí, loka apríl og byrjun maí, þá er allt í gangi. Það er fótboltni byrjaður og þá er endalausir úrslitaleikir í handboltanum og körfuboltanum og í blaki og fleiri greinum verið sér. Þannig að þetta er góð sem tíð fyrir þá sem er að fylgjast með öllu. Talandi það er bara sko staðan hjá handboltasambandinu er svona skelfileg maður. Já. Þeir hafa verið í svona barningi lengi og þetta verðist ekki alltaf að ganga nú vel hjá þeim að stoppi þetta stóra gat sem þeir hafa verið að berjast við og það er svolítið leiðinlegt að sjá þetta þróa svona og þetta sýnir kannski bara hvað er mikill munur á peningum í íþróttunum. Ef að fótboltalandslið okkar væri að gera svipaða hluti og handboltalandslið er að gera þá myndi þá væri hér bara verið að byggja leikvanga hægri vinstri og það allt en þó að okkar menn fari jafnvel í undanúrslit á stórumóti þá fá þeir ekkert fyrir það frá sínu alþjóðasambandi og þetta er í raun allt saman bara kostnaður. Nei, mér bara finnst svona eitthvað burðu kompani, ég bara leggja þessu lið. Já, þeir eiga það nú svolítið inni finnst mér hjá ansi mörgum að þeim sé rétt hjálparhönd í þessu því að þetta er það sem er talað um að bjargi janúarmánuð á hverju ári það er að handboltalandslið karlalandsliði sé að spila á stórmóti og þá fer öll þjóðin á límingunum og gleymir öllu svartnættinu eftir jólin sko. Og það það er líka þannig að leikmenninir landsliðsmenninir sem mæta á æfingar alveg þeir eru heima sko, undirbúa í stórmótið, þeir eru ekki á 1 krónu fyrir þetta. Nei. Ekki 1 krónu fyrir. Nei. Og landsliðsmenn annarra þjóða bara skilja þetta ekki. Nei, þetta er bara allt öðruvísi, bara hugsunarhátturinn og allt saman og þeir náttúrulega bara vita það er ekki úr neinu peningum að móða. Nefnir þess aðsnalegt að eitthvað 120 milljónir að svona sambanda sem eru sjálfboðaliðar að reka þetta að þurfa að íta þessu undan sér það er bara einhverju að gera þetta upp. Það er alveg hrikalegt að þurfa að slást við svona skuldabagga í þessu umhverfi. Já, í árangus en afreksstarfinu sínu. Já. Og kvennalandsliðum er þess að betur hluti en það er gert áður. Það er uppgangur, það er búin að vera mikill undanfærin ár og þær er að festa sig í sessi með að komast inn á hvert stórmótið að fætur öðru og það, eins og segjum, það skilar litlu eða engu í kassan.
Nei, þetta er asnalegt. Það bætist bara við kostnaðinn. Já, þetta er asnalegt. Já, það er erfitt að fylgjast með þessu þróast á þennan hátt og ég vona að handboltaforystan beri gæfu til að bjarga þessu á eitthvað nátt. Já. En fyrir áhuga fólk þá er Facebook síða Víðis fullt af upplýsingum og staðrindum og gaman að skoða. Já, takk fyrir það. Já, maður reynir að halda dampið þar. Já, takk fyrir komuna. Já, takk sem þess. Og þá er Rauðaborðinu lokið í kvöld. Við verðum hér aftur annað kvöld. Takk fyrir áhorfið.